Það er komið að októberleiðsögn fyrir vatnsbera. Þetta er opinn lestur, áið fyrir suma, alls ekki alla, svo takið til sín sem eigið. Við verðum okkur beint í lesturinn og byrja að aðtöka hvaða vatnsbera ég er að tala við. Þetta, ekki þetta. Það er í vændum hjá þessum vatnsbera, komandi misseri áskorunir upp á komur, ok. Það er leiðsögn fyrir vatnsbera. Og mögulega framtíð út frá þessu. Ok. Kæri vatnsberi, eitthvað hefur nú dunið á hjá þér. Misjafnlega langt síðan eftir hvernig ég er að tala við. En hér er verið að tala stóran skell, stórt áfall sem að hvort sem það eru nýliðið eða einhver ár síðan, þá er þetta samt þannig skellur að það hefur haft stór áhrif á þig síðan þetta gerðist og er ennþá að hafa áhrif. Þannig að þetta var stór skellur. Í dag þá það er svona pínu eins og þetta áfall sé að ná svolítið í skottið á þér, sé svolítið að taka af orkunni. Á sama tíma þá er svona pínu, ég er að fá svona pínu afneitun frá þér að þú viljir einhvern veginn ekki viðurkenna að þetta hafi áhrif á þig. En það er hérna beinvísun í að þú þurfir að hlúa að sjálfu þér, setja athygli á þig, hlúa að sjálfu þér. En mér finnst þess að þú bara svolítið lokir augum og eyrum gagnvart bæði að þetta áfall sé að hafa áhrif á þig ennþá í dag eða hafi áhrif á þig yfir höfuð og hvað þá þetta sé að draga ykkur orku af þér, hvað þá líkamlega, en málið þetta er að draga orku frá þér sérstaklega líkamlega. Þrekið þetta er einhvern veginn búin að vera dvínandi og það er eiginlega bara beinn þráður í þetta áfall. En þú ert svolítið í afneitun, þannig að það er spurning hvernig þessi skilaboð lenda hjá þér. Ég sé líka að þú ert ofboðslega ástríðufull manneskja og drifin og kröftug, þannig að þú ert svolítið mikið fyrir það að alla bara halda áfram og sennilegast að þú dreifir svolítið athygli og huga með því bara að vera nú upptakið, mæta hlutunum á rökrænan máta, nota bókviti, það er svolítið þér líkt. Það er svo margt sem þú vilt gera og hefur áhuga á. En það er farið að höggva á þreki hjá þér. Það hefur allt með þetta áfall að gera. Og þetta er svolítið, þú ert á þeim stað núna að dropinn holar steininn, að þetta er búið að vera svona ekki tjekki í langa tíma, þá er þetta búið smám saman höggva í hjá þér. Þess vegna er þetta að fara að hafa áhrif á þig núna. Það sem er framundan er að þú ert að fara að finna fyrir þessu ójafnvægi, að það sé of þungt á einni vogarskálinni hjá þér, það er ekki jafnvægi og þetta er farið að draga úr þér. Þú ferð að finna fyrir því mjög bráðlega að þrekið er ekki eins og það ætti að vera, eins og þú ert vant að hafa það. Því miður. Nú fer þreytan að segja til sín. Leiðsögnin í því er að taka skref aftur á bak og horfa á heildarmyndina. Skoða sjálfa þig frá öðru sjónarhorni. Þú þarft aðeins að taka þriðju persónu sjónarhorn á sjálft þig og sjá hvernig þú ert. Og virkilega, það er ekkert auðvelt, en það er kominn tími til virkilega sjá hvaða áhrif þetta er búið að hafa á þig og hver breytingin á þér hefur verið. En það sem er framundan, það er mikil innri vinna, það er mikil speglun þar sem þú ert að skoða sjálft þig
Þú ert að grúska í sjálfa þér í góðri naflaskoðun til þess að skapa jafnvægi og þú uppskerð mjög vel af því, bæði andlega og líkamlega, bara varðandi þrekið þitt og orkuna þína. Þannig að þú uppskerður rosalega vel af því að fara í þessa naflaskoðun og það upphefst allt með þessu að þú takir þetta þriðju persónu sjónarhorn og skoðir sjálft þig og viðurkennir þreytuna, þrekleysið og að þetta sem að kom upp á hér sé að hafa áhrif. Þannig að við skulum fá aðeins auka innsýn hér inn. Okay. Já, þetta það var eitthvað stórt hérna sem gerðist sem að raskaði jafnvæginu í lífinu og mögulega að þetta hafi bara, þetta var mjög ósanngjarnt og lifir enn sem mjög ósanngjarnt í þér. En hins vegar þá að því það er svo ríkt í þér að halda alltaf bara einhvern veginn ótrautt áfram að þú ert svona, það í þinn að þú ert svona nagli og margir upplifa þig sem ósnertanlegt, að það haggi ekkert við þér og þú setur svolítið upp þann fasa líka. En þetta að hafa áhrif, þetta orðið mjög þungur baggi að bera og þú ert að fara að átta þig á því að ekki bara að þú finnir þetta sjálft heldur þá einhver sem með pínu svona sérstöðu, sérþekkingu, hvort sem læknir eða einhver annar séni sem bendir á þetta, einhver sem með mikla þekkingu kemur inn í líf þitt og bendir á þetta svart og hvítu og þú getur eiginlega ekki litið framhjá því. Sama hversu mikil afneitun þú hefur valið að vera í hingað til gagnvart þessu. Og í leiðsögninni eins og ég segi, taka þriðju persónu sjónarhorn og sjálft þig og skoða þig en á sama tíma minna þig á að þetta er bara tímabundið, þetta er bara eitt dæmi, þetta er bara eitt mál. Það er ekki allt ónýtt. Þó að þú þurfur að viðurkenna að dropinn holi steinin og það líka við þig. Þó þú þurfur að viðurkenna að þetta er búið að hafa áhrif á þig og þrekið sé ekki eins og það var. Að þú þurfur kannski að taka pásu. Það er ekki allt ónýtt. Heimurinn hrynur ekki þó að þú takir hlé og farir pásu og vinnir sjálfur þér fyrir þig. Því framöndan eins og ég sagði, mikil naflaskoðun sem verður gróskumikið, auki jafnvægi. Þú færð alveg að hafa svolítið fyrir því, en hins vegar þá það líka svona ákveðin hvatning fyrir þig að þú færð, þetta verkefni og þú færð alveg nóg að gera þegar þú ert að vinna þessu, þannig að það er ekki svo þú sért að bara setja í borðið nefið og bíða. Þú færð nóg að gera, þannig að þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að þú verðir eitthvað að þeir eftir að leiðast. Þó að það sé ágætis áminningina að stundum megir að hægja á, gera minna, fara hægar, að þá hér áminning að þú þarft ekki að það er ekki eins og gerir ekkert. Það að fara í þessa innri vinnu, þetta er ekki bara það að sitja í hugleiðslu og anda. Þú færð nóg að gera, engar áhyggjur, þú leiðist ekki neitt. Þá ætla ég að fá hér eitt spil úr Green Witch orðabókstakkinum. Rétt í lokinn, fá örstutt skilaboð í lokinn. Ok. Kemur Timian, sem hugrekkið. Því að hugrekki að gera þetta sem hræðir mann, ekki að gera bara eitthvað sem myndi hræða aðra. Bara eins og þetta að ég meina, ef þú
ert vön að vanta því að fara í fallega stökk og ert ekki hrætt við það að fara í fallega stökk, þá er ekkert hugrekki í því að fara í fallega stökk. Hins vegar þegar þú ert að gera eitthvað sem hræðir þig, eitthvað sem ögrar þér, eitthvað sem þú þorir undir venjulegum kringumstæðum ekki að gera, þá þarftu hugrekki. Það þarf miklu meira hugrekki í það heldur en að gera eitthvað sem vanur, þó að maður sé vanur að fara í fallega stökk. Þetta er líka áminning að þú hafir trú á sjálfur þér og trú á þinni getu til þess að taka þessi skref, til þess að stökkva inn í nýjan kafla og nýja ögrun. Þú getur alveg gert þetta og þú þarft að gera þetta. Tenianið, orkan er bæði mjög kröftug og jákvæð en líka pínu dulræn og þessi orka er hér til þess að hjálpa þér. Ef þú ert að leita að einhvers konar svari eða svörum, þá er það mjög jákvætt í þinn garð svo lengi sem þú gerir eitthvað í því núna. Það sem skiptir mestu máli er að trúa á það sem þú ert að gera og þykja vænt það, þó að það sé erfitt, þó að þér líði suma daga eins og þér geti mistekist eða hlutirnir gerist ekki nógu hratt. Númer 1 og 3 er trúa því að allt gangi vel og fara á besta veg. Þannig að já, hafðu hugrekki til þess að skoða sjálft þig og gangastu sjálfu þig eins og þú ert. Það var því að segja að þessari leysun lokið. Ég vona skilaboðum til sönn og réttir þeirra sem þurfa að halda að koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.